Já, mér langar nú að byrja með því að óska kvenfélagskonum til hamingju með daginn, en Kvenfélagssamband Íslands er 85 ára í dag, 1. febrúar. En fyrsta kvenfélagi var stofnað 1800, ég man ekki hvað, 1800 eitthvað. Þær hafa einmitt alltaf verið að hugsa þá sem minna meiga sín og styrkt margar fjölskyldur gegnum tíðina. En það sem hefur verið svolítið mikið að brjótast í höfðun á mér er annað boðorðið. Elska skaltu náungan þinn eins og sjálfan þig. Hvernig get ég elska náungan minn ef ég veit ekki hvernig ég elska sjálfa mig? Hvernig lýsir það sér í mínu lífi að ég elski sjálfa mig? Ég hef verið að hugsa svo mikið þetta undanfarið og kemst eiginlega ekki að nokkur einustu niðurstöðu. Og hvern ættum við að elska mest? Jú, við ættum fyrst og fremst að elska Guð, skapar okkar. Biblían kennir að fyrsta boðorðið er: þú skalt elska Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu. Og í Markúsi 12:28-31 segir: þá kom til hans fræðimaður einn. Hann hafði hlýtt á orðskipti þeirra og fann að Jesús hafði svarað þeim vel. Hann spurði: hvert er æðsta allra boðorða? Og Jesús svaraði: æðst er þetta: heyr Ísrael, Drottinn Guð vor, hann einn er Drottinn. Og þú skalt elska Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað er þetta: þú skalt elska náungan þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað er þessu meira. Það er líka talað þetta í Mósebók. 5. Mósebók 6:5. Þú skalt elska Drottinn Guð af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni og öllum mætti þínum. Þessi orð sem ég legg fyrir þig í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnunum þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst í hvíldar og þegar þú ferð á fætur. Annað boðorði gengur út frá því að við elskum okkur sjálf, þekkjum okkur sjálf, elskum Guð. Það er ekki að finna í Biblíunum eitt sérstakt boðorð að maðurinn eigi að elska sjálfan sig. Boðorður að elska náungan eins og sjálfan þig gefur til kynna að það sé eðlilegt og gagnlegt að þykja hæfilega vænt sjálfan sig og hafa heilbrigt sjálfsmat, lifa heilbriðu lífi. Já, heilbrigt sjálfsmat. Í heilsuveru stendur eftirfarandi: það að vinna að heilbrigðu sjálfsmati er oftar en ekki vinna fyrir lífstíð. Við eigum í mestum og nánustum samskiptum við okkur sjálf, enda erum við samferða eigin huga alla ævi. Hugsanir þínar viðhorf og framkoma í eigin garð hafa mikil áhrif á þig og það skiptir máli að þau séu til góðs. Hlutir sem stuðla heilbrigðu sjálfsálati láta þeir ekki aðeins líða betur með þig, heldur auka lífsgæði þín og fyllingu lífinu. Þetta segir mér samt ekki mikið hvernig ég elski sjálfa mig og aðra. Ég hef ekki hugsað sjálfsmat þegar ég hugsa elska sjálfa mig og ég erfitt með að átta mig á kostum mínum og göllum. Já, hvernig ég hugsa sjálfa mig. Auðvitað elska ég sjálfa mig og ég vil að mér líði vel og ég sé heilbrigð og fyrst af öllu reyna að fylgja minni trú, fylgja frelsara mínum. Ég vil líka elska náunga minn. Og hvernig sýnum við kærleika okkar til náungans? Eigum við ekki að horfa á Jesú? Hvernig elskaði Jesú mest? Jesú sýndi hvernig hægt að hafa jafnvægi milli þess að elska Guð, náungan og sjálfa sig
og hann kenndi lærisveinum sínum að fylgja fordæmi sínum. Í Jóhannesi 13, 34 og 35 segir: Nýtt boðorð gef ég yður, að þeir elski hver annan, eins og ég hef elskað yður, skuli þeir einnig elska hvern annan. Að því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, að þér beri elsku hver til annars. Jesús elskaði Guð mest og helgaði sér því að gera vilja hans. Heimurinn á að sjá að ég elska föðurinn og geri eins og faðirinn hefur boðið mér, sagði hann í Jóhannesi 14:31. Og Jesú elskaði náungan og sýndi það með því að sinna þörfum annara jafnvel að því marki að gefa sitt eigið líf. Matteus 20:28 segir: eins og mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnagjalds fyrir marga. Hann sýndi að hann elskaði sjálfa sig á viðeigandi hátt með því að taka sér tíma til að hvílast, borða og njóta félagsskapar við fylgjendur sína og mögulega lærisveina. Drottinn hefði sagt fyrir minn Móse: þú skalt ekki hata bróður þinn í hjarta þínu, eigi skalt þú hefnisamur vera né langrækin við samlanda þína, en þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. 3. Mósebók 19, 17, 19. Þau sannleiksatriði sem Jesú hélt fram voru hinn sömu sem hefði kennt fyrir munn spámannanna, en þeir voru orðin eins og í þoku fyrir þeim vegna harðúðar hjartans og elsku til syndarinnar. Aðspurður hvert var æðsta boð og lögmálsins, svaraði Jesú: elska skalt þú Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er æðsta og fremsta boðorðið. Annað er hlýðst af þessu: þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Já, þetta er sagt mörgu sinnum í Biblíunni. Allt sem Kristur var hinum fyrstu lærisveinum þráir hann að vera núlifandi börnum sínum. Því að í hinstu bæn sinni hann bað umkringdum fámennum hópi lærisveina, sagði hann: en ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem trúa mig fyrir orð þeirra. Jesú bað fyrir okkur og hann bað þess að við mættum verða eitt með honum eins og hann er eitt með föðurnum. Hvílíkt samfélag, frelsarinn hefur sagt sjálfan sig: sonurinn getur ekki gert af sjálfum sér, faðirinn sem í mér hann gerir verk sín. Ef því Kristur býr í hjörtum okkar, mun hann verka í okkur, bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Við munum starfa eins og hann starfaði, við munum auðsýna sama anda, og með því að elska hann þannig og vera í honum, munum við vaxa í öllu upp til hans sem er höfuðið, Kristur. Þetta segir Ellen G. White í Vegurinn til Krist. Að elska sjálfa sig er ekki sama og eigingirni. Að elska sjálfa sig er að fylgja Kristi, reyna að fara eftir boðorðunum hans, Drottins, himnanna Drottinn, og elska samferða fólk sitt og láta sig varða hvernig öðrum líður. Ef allir elskuðu sjálfa sig og náungan eins og sjálfa sig, það væri friður á jörðu. Og það er það sem við bíðum eftir, að Kristur komi aftur og frelsi okkur og það verði friður. Amen.